Sævar hannaði einmitt skerjaferjuna Ferjól, sem nokkur styr hefur staðið í fjölmiðlum að undanförnu. Sævar? Já. Það ekki allir jafn ánægðir með nýja Ferjólfinn? Sem betur fer. Það væri nú leiðilegt ef allir var alltaf sammála alla skapaða hluti. Nei, hvað áttu við? Nei, ég meina það væri lítil fjölbreytni í heiminum ef allir hefðu sömu skoðanir á öllu. Já, það nú eiginlega allir sammála að nýji Herjólfurinn sé meingalla. Nei. Jú. Nei, ég hæstánægður og pabbi, hann mjög hrifinn af skipinu. Hefur hann siglt með því til Skerja? Nei, en hann skoðaði það í Hafnarfjarðarhöfn á sínum tíma, sko. Já, en Sævar, skipið vont sjóskip? Nei. Jú, það lætur illa að stjórn í minnstu ágjöf. Já, það er ekki að fólki í því sjáðu til, sko. Skipið mjög fallegt og það mikils virði. Líttu á skipakost landsmanna. Herjólfur ber þar aðeins gull af eir. Þetta eru tómir bölvaðir riðkláfar. Herjólfur svona hvítur og fallegur. Já, en í skip oft fallega á að líta þegar þau eru ekki farin að láta á sjá. En hrekkur það ekki skamt þegar skipið handa ónýtt í sjó? Sko, það er alltaf einblínt á það. Hvaða máli skiptir það? Það er enginn að horfa á það þá. Það sér enginn skipið í raun og veru nema þegar það í höfn. Og það mikilvægast að það tæki sér vel út þá. Það gerir minna til þó þessi ekki eins glæsilegt á hafi úti. Skoppi, soldið og hossist. Skoppi og hossist? Já, ég sagði það, já. Skoppi og hossist? Hefur þú einhvern tíma verið á sjó fyrir ekki? Auðvitað ekki. Hvað heldur ég sé? Sjóvaraturgur? Nei, ég er hönnuður. En þú hannar skip? Svo sannarlega. Væri þá ekki sniðugur að hafa smá reynslu af siglingu? Til hvers? Þarf umhverfisvernda sinni að vera öskukall? Býtu, ég skilði nú ekki alveg núna það... Öskukall, hann hefur vita á rusli. Já. Alveg svo sjómaður hefur vita á sjó. Já. Umhverfisvernda sinnar og fræðingar þurfa að vita á því hvað þarf að gera við ruslið. Já. Þurfa þér þá ekki vera öskukallar? Nei, með skip gegnir allt öðru máli. Sko, þú ert í hrópandi mótsögn við sjálfæðin hérna. Já. Auk þess, þá er þetta alls ekkert skipið sem ég hannaði. Ha, býtu nú við. Sko, Jói hannaði skip sem mjög líkt þessu, en svo hannaði ég þetta. Jói vildi meina að hann hefði gert það, en svo ákvaði ríkisstjórnin að skipið mætti ekki vera eins langt og ég vildi hafa það. Þannig að þó ég hafi hannað þetta skip, er þetta alls ekkert skipið sem ég hannaði, sko. Þeir ekki að ég skilði. Jú, sko, skipið átti að vera 78 metrar upphaflega, en svo ákvaði ríkisstjórnin og hún hefði gert nema á 70 metra skipi. Já. Þannig að það var stytt. Þess vegna læti það svo lítið sjó. Býtu. Hlutföllin í því eru kolvitlaus, það er allt og breytt. Það er eins breytt og 78 metra skip ætti að vera. Já, akkur var þá ekki restin af hönnunni ekki breytt líka þá? Það hefði flækt höfundaréttardeilunar af skipinu svo mikið, auk þess hefði það einhver breytt. Sko, skipið handónýtt í sjó og jafnvel stór hættulegt í mikilli ágjöf. Var ekki hægt að hanna 70 metra skip sem lét vel í sjó? Nei. Ha? Auðvitað ekki. Það er ekki hægt. Býttu nú við. Það er ekki hægt að hanna 70 metra skip sem lætur vel í sjó. Það er bara skrýtt með það. Ertu nú alveg viss um það? Já, þetta vita nú allir sem hafa vita á sjó. Já, en þú hefur ekkert vita á sjó. Já, og nokkri líka sem hafa ekki vita á sjó. Vita þetta. Þetta hef ég nú aldrei heyrt. Hefur ekki heyrt vísuna hérna? 70 metra skipin þau láta ill í sjó, en 60 metra flegin eru betri, og 50 metra bátarnir þeir sigla í ró, að sumri jafnt sem hausti vor og þekkir þetta ekki? Betri. Nei. Svo er annað hérna á sjó, þeir sækja ekki á 70 metra bát, en 60 metra bátarnir þeir halda sína leið, þeir eru fræknir fiskimenn á 50 metra kopp, en nei er að fara á 70 metra bát, þá segja allir stopp á sjó. Þetta þekkir þetta ekki? Þetta er þekkt lag. Já, mér finnst ég kannast þér lagið. Ertu vissum að fara alveg rétt með texta? Já, svo er þetta hérna, allir ekki. Hann var sjómaður dáða drengur, en nú siglir hann ekki lengur, því hann fór á sjóinn á 70 metra bát og hann sökk svona rétt eins og gengur með 70 metra báta. Dibi, og hérna þetta, Sigurður var sjómaður, sannur.